efnahvörf, deilitengi og málmtengi. Jónatengi, sem rædd í sérstöku myndbandi sem mælt með að horft sé á undan þessu, virka aðeins á milli málma og málmleysingja. Þannig að málmleysingjarnir stela rafeindum af málmunum sem við það öðlast fullt ysta hvolf og við þetta verða eindirnar báðar jónaðar og dragast saman. Önnur tegund tengsla á aðeins við málmleysingja innbyrðis. Í stað þess að önnur frumeind ræni rafeind af hinni, þá deila þeir rafeindum á milli sín. Svona tengi kallast deilitengi eða samgild tengi. Þau má bæði finna þar sem frumeindirnar af sömu tegund og ekki. Nú verður rætt deilitengi. Vatn og súrefni mynda saman vatn. Það gerist þannig að súrefnisfrumeind vantar 2 rafeindir til að fylla ysta hvolf sitt. Með því að 2 vetnisfrumeindir deili sitthvorri rafeindinni af ysta hvolfi súrefniseindarinnar og gefi í staðinn aðgang að sinni einu rafeind, þá virðast allar eindirnar 3 með ákveðnum hætti hafa fyllt ysta hvolf sitt. Með því að samnýta rafeindirnar komast frumeindirnar í það ástand að hafa fullt ysta hvolf. Hér hefur vetniseind aðgang að 2 rafeindum og súrefniseindin að 8. En til þess að haldast í þessari eftirsóttu stöðu þurfa eindirnar að fylgjast að og það er það sem heldur þeim saman. 2 vetniseindir og 1 súrefniseind mynda saman eina vatnssameind. Þess má þó geta að mörkin á milli jónatengsla og deilitengja er ekki alltaf mjög skýr og oft eru tengin frekar blönduð, en það verður ekki farið frekar út í það hér. En þetta er líka ástæðan fyrir því að vetni og raunar súrefni líka finnst aldrei í stökum frumeindum. Vetnisatóm eiga aðeins eina rafeind en hafa pláss fyrir 2 á hvolfinu sínu og frekar en að hafa vannýtt ysta hvolf þá tengjast þau 2 og 2 saman með deilitengjum. Þannig að hreint vetni er H2 en ekki bara H og hreint súrefni er O2. Deilitengi tengja aðeins saman málmleysingja. Þriðja tegund efnatengja tengir saman málma innbyrðis og kallast málmtengi. Málmtengjum svipar til jónatengsla að því leyti að þá losar málmurinn sig eða frumeindin við rafeind til þess að tæma umfram rafeindirnar og hafa fullt ysta hvolf. En ólíkt jónatengslum þá taka engar frumeindir rafeindirnar til sín. Þess í stað svífa þær í gasskýi eða rafeindahafi allt umhverfis frumeindirnar. Einstakar rafeindir eru ekki lengur tengdar tilteknum frumeindum. Það sem heldur efninu saman er aðdráttur rafeindaskýsins og frumeindana sem nú eru jónaðar og hafa plúsleiðslu, á meðan rafeindaskýið hefur mínusleiðslu. Og flestir af eiginleikum málma skýrast af þessum sérstöku tengslum. Þótt málmurinn sé teygður og togaður til, eða það þarf reyndar ofta hitann áður en það er hægt, þá helst hann í heilu lagi, enda er nóg af rafeindum í skýinu til að halda róteindunum föstum. Efni sem eru föst með jónatengslum er yfirleitt mjög auðvelt að brjóta og þau eru mjög stökk, enda er þá stutt í að aðdráttarkraftur breytist í fráhrindikraft ef tilfærsla verður í efninu. Og þetta útskýrir líka rafleiðni því að rafeindir streyma frjálst og óhindrað í málmum sem veldur góðri rafleiðni. Nú erum við búin að ræða 3 tegundir efnatengja, jónatengi, deilitengi og málmtengi. Þetta er allt nokkuð einfaldað, til dæmis geta málmar myndað aðra tengingar heldur en málmtengi, en þetta er þó góður grunnur að byggja á. Við erum líka búin að tæpa á því hvernig efnafræðilegir eiginleikar skýrast af tegundum tengsla. Kristallar eru stökkir og harðir og brotna frekar en bogna, á meðan málmar bogna auðveldlega, því kristallar eru settir saman úr jónatengjum en málmar úr málmtengjum. Og þetta fer allt eftir því hvernig efnunum er raðað saman. Og ef við berum nú saman þau efni sem verða til með mismunandi efnatengjum, þá er samanburðurinn einhvern veginn svona.